Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Hjá mér komin alveg bara stórskotalið náttúruverndarsinna, umhverfisverndarsinna og við ætlum að ræða stöðu hver staðan í dag. Það var verið að loka fyrir samráðsgátt þar sem að fagfólk og áhuga fólk gat sent inn athugasemdir við aðgerðaráætlun stjórnvalda í hvað kallast það? Loftslagsmálum, umhverfismálum, orkumálum. Loftslagsmálum. Hér komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar. Hei, hei. Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands. Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Kvenréttindafélags Íslands. Og Guðmundur Steingrímsson, umhverfisfræðingur og varaformaður Landverndar. Verið velkomin og takk fyrir að mæta hérna og svona eiginlega þið eruð svolítið, setja okkur inn í stöðuna, þið eruð svolítið fersk, er það ekki, eftir að hafa, það er ekki það, þið eruð náttúrulega alltaf fersk, en þið eruð nýbúin að svona virkilega reyna, er það ekki, setja fingurinn á vandan, svona hvað er að helst hjá hérna, í þessari aðgerðaráætlun stjórnvalda. Getið nokkuð áður þið farið að kannski segja nákvæmlega frá hvað ykkar sérstaklega fjall, af því það er svo frábært að vera með mismunandi hópa, þannig að það koma athugasemdir frá mörgum áttum. Áðurum förum inn í svona hvar ykkar sérstakar sjónarhorn kemur að, getið þá bara svona almennt aðeins greint stöðuna fyrir okkur, hver er staðan í þessu máli núna, af hverju þarf að gera alvarlegar athugasemdir? Já, ég er ekki viss að fersk sé rétt orðið til að lýsa því hvernig manni líður þegar maður einhvern veginn kemur upp úr kafinu eftir að vera ofan í þessum blaðsíðufjölda og aðgerðafjölda sem er eiginlega meira og minna allir á hugmyndstigi. Hjá ófjármagnaður, sem sagt það er bara ekki búið að fjármagna aðgerðirnar, það er ekki búið að útfæra þær, þetta er bara svona svolítið óskalisti án fjármagns, þannig ég er ekki mjög fersk komandi upp úr því, en auðvitað hefði maður viljað koma bara inn í miklu fyrr. Þetta var þannig að einhvern veginn atvinnulífið var með frá degi 1 og svona almenningi var haldið frá, sem sagt náttúruverndarsamtökum, stéttarfélögum, neytendasamtökum, öllum svona almenningssamtökum og svo almenningi bara sjálfum sem að geta svona tekið þátt að mínum mati, senda inn athugasemdir og svona meðan þetta er í mótunum, við komum öll bara að einhvers konar hugmyndahlaðborði og eigum að skrifa umsögn og þannig eru örfáar aðgerðir sem draga saman og örfáar aðgerðir sem eru fjármagnaðar og eiginlega ennþá færri aðgerðir sem eru fjármagnaðar ef að svona frá litið því hvaða aðgerðir fjármagnaðar með styrkjum úr orkusjóði sem ég veit ekki hvort það er megnir að styrkja öll þau verkefni sem að lofað er að verði og muni skil samdrætti í þessari aðgerðaráætlun. En þegar þú leist yfir þetta fyrst og sást þetta var svona einmitt bara eins og kynningar glæri sjó til þess að kynna eitthvað sem nú þegar er búið að ákveða verði þó á frumstigi, þetta er svona furðulegt plagg virðist vera. Þér hafa ekkert fallist hendur, þú eru ákveðið samt að láta vaða og leggja mikla vinnu í að gera athugasemdir. Þú lítur þá að hafa trú á því að einhver taki mark á því eða? Já, ég var ekki hér og var ekki formaður Landverndar ef ég var ekki með svona ákveðið drifkraft í því að reyna að koma hlutum á framfæri og bregðast við hlutum. Ef ég væri búin að gefast upp þá væri ég ekki hér. En Árni, þú hefur ekki gefist upp, þú ert búin að vera manna lengst í þessum bransa og hefur trú á því að stjórnvöld muni, þóttu hafi haldið ykkur frá sem sagt, hingað til og bjóði síðan upp á þessar formlegu leið að senda inn einhverja svona athugasemdir. Hefur trú á því að það verið tekið mark á ykkar vinnu? Ég veit það bara ekki, ég held að stærstu mistökin sem að umhverfisráðherra gerði og ríkisstjórnin, það voru að halda úti öllum frjálsum félagasamtökum, hinu borgarlega samfélagi. Það er sem sagt stofnað einhver grúppa með 2 milljóna króna framlagi frá ríkinu, heiti Grænvangur og þessir aðilar, þessi fyrirtækin, atvinnulífið, þeir fá sérstakan aðgang. Svo þegar aðgerðaráætlunin er tilbúin þá segja samtök atvinnulífsins, nei, við getum ekki verið með í þessu.
og ráðherra var bara hnífinn í bakið. Ef hann hefði skýrskota til almennings og fólk fengi að vera með í þessu samráði frá upphafi en ekki bara þegar að búa að skrifa einhverja langa skýrslu, þá þetta mínu viti heppnast miklu betur. En svona hvað var þar skýrsluna sjálfa, þá var stærsti ágallinn sá að skorti markmið. Það var að draga úr losunum einhver 35–45% fyrir 2030. 45 ef vel gengur en 35 ef ekki gengur. Þetta það vel sömu tölur voru kynntar fyrir 4 árum. Þannig að þetta ekki mikið. Fyrir utan það náttúrulega síðan þá hefur ekkert dregist saman eins og lofað var þá þegar sú aðgerðaáætlun var sett fram að myndi gerast. Þannig að af hverju gerist það ekki og hverju þarf að breyta það fylgir ekki þessari aðgerðaáætlun. En má ég aðeins spyrja um þetta sem voru að segja, samtök atvinnulífsins stinga ráðherra í bakið. Þetta leikrit svona, sem sagt, grænvangur og þau fyrirtæki fá aðgang að ferlinu, mótunarferlinu, svo kemur samtök atvinnulífsins og hvað, þessi aðgerðaáætlun sem síðan var kennt, var hún samt gerð með samþykki samtök atvinnulífsins eða? Það var að gera greinaminn á grænvangi annars vegar sem þá þessi vettvangur fyrirtækja atvinnulífsins sem að ríkisstjórnin kostar einhverju leyti og á að vera í þessu samráði atvinnulífs og ríkisstjórnar og hins vegar samtökum atvinnulífsins sem hafa og SFS bara sagt við ætlum ekki að draga úr losun. Það ósanngjarnt, þetta óraunhæft. Við erum svo góð því við erum með svo mikla endurnýjanlega orku hér á Íslandi. En ef allur heimurinn losaði jafn mikið og Íslandingar á hvern íbúa, þá erum við löngu steikt. Við losum mjög mikið Íslandingar. Þótt við séum með hátt hlutfall endurnýjanlega orku, þá orka notuð til að menga til dæmis og ég held að atvinnulífið, samtök atvinnulífsins þyrftir að vera svona óvarari, lítillátari en það í þessum umsögnum sínum. En Auður Önnu Magnúsdóttir, þú starfaði nú lengi á þessu vettvangi, ert núna komin yfir á svolítið annan vettvang sem samt sama, það réttlætisbarátta sem að náttúrulega grænumálin fjalla hagfræðin fjalla líka réttlæti og þú skrifaðir samt, tókst þátt í að senda inn, þú slítur ekkert frá þessu málaflokki. Nei, alls ekki og aðgerðir gegn loftslagsbreytingum, aðgerðir svona aðgerðaráætlun varðar náttúrulega allt samfélagið og eins og Þorgerður og Árni sögðu þá náttúrulega algjörlega út í hött að útiloka frjálsfélagasamtök frá því að móta svona áætlun og þar að ekki algjörlega óljóst hvað verður þessar athugasemdir sem við erum að senda inn. Við sáum það síðast þegar aðgerðaráætlun var sett fram og við sendum inn athugasemdir. Það var ekkert að sjá hvað varðum athugasemdirnar. En bara svo ég nefni dæmi út frá jafnrétti og kynjasjónarmiðum, hvers vegna það gríðarlega mikilvægt að bjóða félagasamtökum að borðinu til þess að móta eitthvað sem að skipti samfélagið allt máli, að þá var kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna sendi athugasemdir til Íslands það að kynjasjónarmið skorti við mótun og framkvæmd á stefnum og áætlunum loftslagsbreytingar og þetta var 2022 held ég. Umhverfisráðuneytið ákveður að taka ekki mark á þessu, okkur ekki búið til neins samráð. Svo sjáum við að það sett í innganginn að aðgerðaáætluninni að aðgerðirnar hafi verið rýndar út frá jafnréttismálum og einhverju fleiru. Svo les maður í gegnum matið á hverju áætlunum og áhrifum sem það á að hafa á jafnréttismál. Ekki einu sinni nefnt jafnréttismál. Þetta sýnir bara gríðarlega stóran galla á þessu. En það sem náttúrulega þetta aðgerðaáætlun sem að hefði verið kannski trúlega að setja fram árið 2000, 2003 kannski. Við erum komin svo langt fram af bjargbrúninni og við erum að falla niður í hyldýpið og við erum ekki að bregðast við
á þann hátt sem að sýnir hversu vandinn er risa stór og hvaða eru gríðarlega miklar samfélagsbreytingar sem að þurfa að verða og þetta snertir ekki bara jafnrétti heldur fátækt fólk í öðrum löndum. Þannig að þetta algjörlega út úr korti, þetta bara ekki að tala inn í ástandi eins og það er. Þetta snertir eins og hér var við formaður Neytendasamtakana, Breki, og hann sem kannski verið frekar í svona aðeins minni málum og hagfræðilegri málum eða svoleiðis og hann, sem sagt, orkumálin orðin bara algjört skilgreint sem neytendamáli mitt. Þannig að það orðið þannig að þessi grænu umhverfismál, þau ég held að svona almenningur okkur farið að skiljast að þetta snertir okkur öll og allt samhengið. Þetta ekki lengur bara eitthvað sem að einhverju nokkrir áhugamenn náttúruvernd eða loftslagsmál. En þú segir að vanti aðgerðaáætlun en samt sem áður dálítið svona ég veit ekki, það nú dálítið það ekki bara einhver varnarstaða því að það mjög mikið stjórnvöld fara fram með mjög ákveðna hugmyndir sem sagt orkuskiptin og það eru nokkur mál sem að gefa til kynna að það sé virkilega verið að í íslenskum dugnaði að bregðast við og bara ganga frá þessum málum en samkvæmt því sem mér skildist þá eins og þið og fleiri sérfræðingar eru gersamlega ósammála þessari aðgerðaáætlun og þessu ægilegu sóknarfæri stjórnvalda og umhverfisráður og þú hefur nú svolítið talað einmitt á móti þessum orkuskiptapælingum ekki komið? Nei, ég ekki á móti orkuskiptum. Nei, en ég meina hvern aðgerðaáætlun í því? Já, nei, sko, ef við tölum aðgerðaáætlun í loftslagsmálum þessa og ég mitt held að sé nú alveg til dæmis bara í samfélaginu brjáluð sóknarfæri til orkuskipta og það bara að fara í það fullum krafti og Ísland með fullt ágætri aðstöðu til að ná mjög góðum árangri en frekari árangri í loftslagsmálum heldur en verið að láta svona skíni í þessari aðgerðaáætlun. Við erum í góðum stöðu. Við eigum að geta náð góðum árangri. Eigum að geta gert það. Svo kemur svona aðgerðaáætlun og bara í titlinum byrjar maður að vera ósammála eftir að hafa lesið yfir þetta. Þetta ekki aðgerðaáætlun. Þetta bara ekkert það. Hvað á þetta að vera? Þetta bara eitthvað plagg sem kemur út úr einhvers konar brainstormi, sko. Þetta bara alls konar pælingar og ekkert fjármagnað og maður hugsa bara sem sorglegt að við semst búum við það í þessu samfélagi að það bara stjórnvöld sem ráða för sem hafa í raun og veru ekki metnað í þessum málum eða trú á því að það sé hægt að ná metnaðarfullum markmiðum sem hafa þó verið sett. Plaggi styður það ekkert. Þetta svona bara eins og eftir skemmtilegan gulumiðafund og bara skella í eitt gulumiðafundurinn, sko, og sem algjör óþarfi á þessum tímapunkti. Við höfum virkilega sóknarfærin og við höfum líka þekkinguna. Hún hefur safnast upp í svona frjálsum félagasamtökum eins og sitja hér við borðið, líka í fræðasamfélaginu og út í heimi og eins og ég skynja það, atvinnulífið, það þyrstir í leiðsögn. Atvinnulífið, forsenda nýsköpunar í atvinnulífið eru skýra reglur og það sem ég heyrir á atvinnulífinu það bara segið okkur hvað við eigum að gera og mér finnst að Evrópusambandið vera á fullu í þessu, setja reglunar, setja ramman, svo bara fylgir atvinnulífið með. Hér farið í eitthvað brainstorm með atvinnulífinu, það sem atvinnulífið á að reyna að segja hvað það nennir að gera og hvað það langar að gera með einhver svona vantar allar fræðilegu forsendurnar og öll svona bara einhverja yfirlit yfir það bara hvað að virka vel út í heimi og svona. Við getum bara hort til hinna Norðurlandana, byrjum á því og reynum að gera eitthvað svipað og til dæmis bara Danir að gera í landbúnaði til dæmis. Við erum með einhverja aðgerðaáætlun tökum landbúnaði sem dæmi. Eina hugmyndunum þar að fara svona kannski að kanna það hvað kýrnar rópa mikið. Eins og ég skilja það. Bara svona gera einhverja könnun á því og hugsanlega hvort að megi gefa með eitthvað annað að borða svo að rópi minna. Þetta bara eitthvað sem við áttum að vera að spá í fyrir, og ég höfum verið að spá í eitthvað rannsóknarstofnanir og svona bara fyrir 20 árum síðan eitthvað. Við erum bara komin á allt annan stað núna. Nú þurfum við að gera eins og Danir að bara breyta í hægt og sígandi hvað við borðum. Og við þurfum líka að skoða hvernig ætlum við að láta álverin menga minna ef við ætlum að hafa það hérna. Það ekki svona spáð í það. Bara svona risastórir
punktar í samfélaginu sem bara ekkert spáð í. En ég meina þetta ekki bara eitthvað svona, það ekki bara hægt að segja að þetta sé eitthvað svona að það hafi dottið niður þegar við bara eitthvað gleymt öllum skýrslunum ykkar og skýrslum Sameinuðu þjóðanna og skýrslum niðurstöðum allra kannana. Þetta bara ekki á forgangslista. Já, þetta ekki á forgangslista. En meira en það glittir í ástæðuna. Við erum að sjá hérna fleiri og fleiri greinar frá einhverju svona fólki í samfélaginu sem segir að Ísland þarf ekki að hafa áhyggjur af þessu. Við erum búin að gera þetta. Þetta sami málflutningur, þetta sama handbókin. Ísland svo lítið, skiptir ekki máli. Við þurfum ekkert að vera þessu. Þetta svona ákveðin freisting í því að vera bara frírætirar. Aðrir munu leysa þetta. Fá undanþágur og allt þetta eins og við höfum gert. Þá verið að segja, þá verið að svona ekki beint að hóta, en það verið að spá orkuskorti og það verið að tala sem sagt virkjana, það bara virkjanaframkvæmdir eru virkilega upp á borðum búin að vera núna sem virkilega nauðsynlegar og svona alltaf verið að samfæra okkur að ef það ekki virkjað, voru þið ekki að vísa í einhverja... Í síðustu viku, þá allt í uppgötaðist að Landsvirkjun átti nóga forgangsorku fyrir Orkubú Vestfjarða. Það þurfti ekki að byggja neina línur, það þurfti ekki að virkja neitt og þetta gildir í 4 ár og þá verið búið að koma hitaveita í lag á Ísafirði. Það búið að berja lómin í mörg ár núna og horfa framan í og benda á náttúruverndarfólk vegna þess að þau séu á móti virkjunum og þess vegna séu Vestfirðingar að hírast í köldum húsum og brenna olíu til að fá rafmagn. Þetta málið var bara ekkert vandamál. Og tökum líka þetta orku dæmi. Ef mér hefði fyrir 10 árum bara sagt hérna það sem við ætlum að virkja núna næstu 10 árum rennu til orkuskipta sem hefði nú verið bara flott það hefði verið framsýn pólitík menn hefði sagt það þá hefði þessi 20% sem hafa bæst við orkuframleiðslu getu Íslendinga á síðustu 10 árum bara því haldið fram að ekkert hafi verið virkjað hérna hefði bæst við bara svona vel yfir 20% held ég bara með við það sem framleitt var áður hvert hefur það farið? Út af algjöru stefnuleysi, engri áætlun, engri aðgerðar áætlun af nokkri tegund í orkumálum, þá hefur það bara allt farið til gagnavera, meira eða minna. Á þess að nokkur hefur verið spurður. Hvar stefnan? Og okkur hefur að trúa því þá núna eða á að virkja meira að það renni til orkuskipta. Svo það bara virkilega bara ljótt finnst mér að síðan benda fólk sem kannski býr til dæmis við Þjórsá eða býr í sveitarfélögum þar sem virkjanir eiga að koma sem sækja rétt sinn á grundvelli því að þau telja að lög hafi verið brotin eins og það fólk sé að eyðileggja einhvern veginn fyrir þjóðinni allri með því að sækja rétt sinn þetta bara mjög mikil aðför að réttindum fólks til þess að búa við heilnæmt umhverfi og að vernda sín náttúru og þetta bara þarna kemur fram að það var enginn að tala um það hvert þessi orka var að fara en svo þegar einhver að tala um hér er verið að brjóta mínum réttindum og ég láta athuga það, ég láta fara með það fyrir dómstóla að þá það fólk að eyðileggja einhvern veginn fyrir þjóðinni þetta er alveg sett á hvolf og sama tíma er könnun meðal almennings hvort að þau muni einhvern tíman vilja auka orkuvinnslu og grænni orku á Íslandi þetta segjum við já við því orkan það verið að skipta túrbínur það verið að stækka virkjanir það verið að byggja fleiri virkjanir það hafa risið fjöldi virkjana á síðustu árum bara misstórar og missafkastamiklar en þetta segja allir já við því að auka orkuvinnslu ef að spurningin bara sett fram svona já, nei, hvort myndir vilja auka orkuvinnslu einhvern tíman eða ekki og þessu kastað fram sem einhvers konar meðmæli þjóðin vill öll fá allar virkjanir sem eru á borðinu í gagni það bara alls ekki það sem spurt Þetta er náttúrulega, já, þetta er mjög skakt hvernig spurt og hvernig dæmið sett upp hvernig valkostunum raðað þetta búið að vera lengi þetta bara þegar Kárahnjúkavirkju þá voru þeir sem voru á móti henni voru þá á móti Austfjörðum og voru bara á móti Reyðarfirði og þú veist þetta var raunverulega svo opaslega svona ósangjörn umræða þar sem var verið að reyna að laga en það hefur ekkert alveg tekist en eins og þú segir einhverjum posti bara sá ég á Facebook að þú veist að þið líður bara eins og þú sért mjög svona ósangjart að þú sért þá bara í þínu starfi að koma með þessar athugasemdir fallir í þann flokk að vera bara móti farsælu Íslandi Já og það er enda mála upp þannig og það auðvitað eitthvað sem að
bara ljótt að gera og og það er ekki borin virðing fyrir bara þeim sjónarmiðum sem eiga fullan rétt á sér. Ég hélt að Landsvirkjun hefði lært af Kárahnjúkadæminu og þeir eittu reyndar tugum ef ekki 100 milljónir króna í að ná sambandi við almenning, halda 2 ári flotta ráðstefnur og bjóða fólki að tala fallega umhverfismál og hvaðina. Og svo kemur aðstofafjárstjóri Landsvirkjunar á aðalfund SA og fer að pæla því hvort það sé einhverju sem ekki megir leita réttarsins. Hvort að einhver litlir hópar megi ekki leita réttarsins fyrir dómstólum. Þetta er ótrúlegt. Hún reyndar myndist nú á það að Ísland væri aðila Árósasamningnum réttindi almennings til heilbrigðisumhverfis og að leita réttarsins. En hún tekur þátt í þessu. Landsvirkjun er ekki með almenningi í liði? Hún er ekki með sjálfu sér í liði heldur vegna þess að hún bara fer gegn því sem hún segist vilja að gera, hafa gott samstarf við almenning. Það skaða bara Landsvirkjun. En það verður náttúrulega að horfa á það að við erum að nota allt of mikla orku. Við erum langstærsti raforkuframleiðandi heims á íbúa og þetta stóra vandamál sem að umhverfismálin eru heilt yfir er bara að það er verið að nota allt of mikið af auðlindum og það þarf að draga úr auðlindanýtingunni. Og þá getum við ekki sagt við framleiðum langmesta rafmagni per íbúa í heimi og við þurfum að bæta við. Við þurfum að ganga á undan með góðu fordæmi og segja, heyrðu, við erum til í að vera saman í fyrsta og öðru sæti með Noregi og þá þurfum við að takmarka raforkuframleiðsluna okkar næstu helming. En það er selt, en það er einhvern veginn næri gegn á því fórstum að það sé grænt. Þannig að það er eiginlega sama hversu mikið unnið af orku að því að það er grænt að þá einhvern veginn er það látið ganga eða hvað. Hvernig er það grænt? Já, skilgreiningin á grænur er mjög reiki. Hún er ekki til. Hún er allavega, það eru takmörk fyrir því hvað má valda miklu skaða á líffræðilegum fjölbreytileika og vistkerfi og að virkjunin sé græn en þá þetta er nú svona það þarf að gæta því og það eru kannski vel nokkrar íslenska virkjanir sem að geta nú ekki talist grænar ef við tökum með áhrifin sem það hafa haft á vistkerfi og náttúru sem er umræða sem er mjög skammt á við komin virðist vera á Íslandi og lítill skilningur á þessu en við framleiðum hins vegar endurnýjanlega orku, það er alveg rétt og hann þarf til þess að glíma við loftslagsvandann og ég myndi segja að Ísland sem er mitt svona gríðarlega mikill framleiðandi og endurnýjanlegri orku sem er ekki bruna á jarðefnaeldsneyti og við keyrum okkar samfélag upp undir 90% með endurnýjanlegri orku. Í þessu eiga að vera sóknarfæri fyrir Ísland og það er áfellisdómur yfir stjórnvöldum að hafa ekki náð að búa til enn loftslagsvænna samfélag heldur en við búum við með þetta sóknarfæri í höndunum. Hvað gerðum við? Ég meina sú ákvörðun var tekin einhvern veginn að nota þessa orku að langstærstum hluta til í mengandi stóriðu og því var haldið fram að Íslendingar þyrftu að gera það vegna þess að þeir þurftu einhvern veginn að stökkva fyrir þessa byssukúlu og nota alla þessa orku í það, fórna sér fyrir restina af veröldinni. Ég Sigmundur Davíð með það er bara svo gott að þetta sé hér en ekki einhvern veginn. Já og það átti að vera ekki bara 3 álver, það átti að vera 6 þannig að við héldum virkilega að við ættum orku í þetta allt saman. Mér er svolítið athyglisvert að skoða hvað aðra þjóðir hafa verið að gera á sama tíma. Bretar að draga úr sinni stóriðu. Þess að þeir segja bara, raforku þörfin getur ekkert farið í þetta og við verðum að finna aðra leiðir til að keyra okkar samfélag og byggja upp okkar atvinnulíf. Bandaríkjamenn líka. Þeir eru búin að draga á sínu frumframleiðslu á áli en þess að þetta er of orkufrekt. Þannig að þeir fara í endurvinnslu á áli. Þannig að við bara erum einhverju fangar í heimatilbúinni nauðung búin að selja alla okkar orku í stórmengandi stóriðu sem er síðan bara stærsti hlutin á okkar kolefnisspori. Þetta kalla ég að klúðra sóknarfæri algjörlega og mér finnst bara ekki setna vegna og ef við erum að tala aðgerðaáætlun í loftslagsmálum það að snúa þessu öllu við og það þarf ekki að gerast endilega á morgun eins og með að breyta atvinnulífinu á Íslandi þannig að það veri loftslagsvænna á grunni þessar orku. Það þarf að gerast bara
á núna nokkrum áratugum og segja bara þangað stefnu við. En það eru ekki fólki sem að bara gerði þessa samninga sem að enginn hefur fengið að sjá, var ekki alltaf svona leynd yfir raforkuverði stóriðina? Jú, og það var talað um að afhenda orkuna sem er nú svona svolítið lýsandi orðalag og það var alltaf bara eiginlega gefin og engin það var ókeypis ef sótt og engin skattar og ekkert eftirlit. Þetta er bara svo vista vestri fyrir stóriðina. Eina aðgerðaáætlun hefur verið ókeypis ef sótt og við framleiðum upp í pöntun. Ég held að þetta aðeins breyst varðandi raforkuverði, það sé auðveldara að ná hvað það er, en á sama tíma hefur Landsvirkjun takmarkað upplýsingar hvað er verið að selja miklu orku til gagnavera. Og þar kemur allt inni líka svolítið merkilegt. Áður fyrir var alltaf sagt, við ætlum að byggja upp hennar stóriðnað vegna þess að við þurfum að bjarga atvinnulífinu út á landi og svoleiðis og maður var þá á móti atvinnulíf út á landi, maður var ótið svo svona sagði, ef eitthvað sagði eitthvað annað þá var hlegið að því og svo komur reyndar þetta eitthvað annað sem í ferðaþjónustunni sem er núna mest gjaldeyrisskapandi atvinnurekstur Íslendinga. Maður sá það ekki fyrir eða hvað og margir sáu það fyrir við komum inn í smáfleiki en svo allt í einu koma gagnaverin inn sem eru svona mestmegnis, ég vil ekki fullyrða það en þau eru mjög mikið notuð bara til að grafa fyrir bitcoin og rafmynt og svoleiðis. Þau eru ekkert atvinnuskapandi. Það var skýrsla á vegum stjórnvalda starfsskilyrði gagnavera og það var sagt að einhver 300 störf með afleitum störfum myndu skapast við þetta. Og þau eru ekkert út á landi eitthvað sérstaklega og þetta er bara, held ég innan við helmingurinn af því sem að vinnur bara hjá krónunni eða eitthvað, ég meina þarna er ekkert allt í einu engin atvinnusköpun og þarna er allt í einu komin bara raforka að fara sem er tvöfalt á eða þrefalt á það sem heimilin nota En það hljómar svona alltaf meira og meira sem maður heyrir, því meira sem maður heyrir því hljómar þetta ekki bara sem vont klúður og maður óskar þess að þeir sem gerðu svo vondu samninga þeir eiginlega bara falli frá og þá getur kannski hinir En hvað á að gera næst? Takk til því. Já, hvað á að gera næst á að fara í virkjanir á heiðum landsins með vindorku upp á tvöfalda ef ekki þrefalda Kárahnjúkavirkjun til þess að búið til rafelsneti. Og því að það hefði selt okkur með það með þeim slagorðum að það sé út á orkuskiptunum en á sama tíma það var ekki búið að finna upp tæknina til að nota rafelsneti. Það er ekki búið að finna hann upp og það er algjörlega óljós hvort að við getum eitthvað keppt við aðra framleiðendur í því að búa þetta til en þarna á sem sagt aftur að fórna náttúru Íslands fyrir einhver óljós markmið á útsölu. Ég hef líka bara miklar áhyggjur af því af hugtakanótkun og þessi verið svona taka hugtök í rauninni af manni, ég meina Greta Thunberg benti að ná í Glasgow að hún sagði bara koma græn tilbaka bla 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 allt þetta, það er búið að taka allar svona aðgerðaáætlanir og allt þú lest bara innganginn og rosalega falleg orð það er bara sjálfbærni og bara allt rosalega grænt og fallegt og með þessu þá töpum við sem tölum þetta er svolítið orðfæran, við erum alltaf að vera að finna upp ný orð til þess að tala hluti og þetta held ég er ágefnum eins að almenningur heldur ekki í við þetta og þá verður einhvern veginn grænþvotturinn svo auðveldur. Grænþvotturinn og heilaþvotturinn náttúrulega bara leið eins og þú segir, það er verið að nota hugtök eins og grænt og bara fólk trúir því, heyrir það og bara heldur að það sé allt í góðu lagi en ég meina kolefnishlutleysi, kolefnishlutleyst Ísland 2040 það veit ekki hvað þetta þýðir er þetta bara samfélagslosun verður bara, mun engin losa neitt kolefni verður kolefni það sem að losa jafnað með skógrækt, þú veist hvað á að bora þessu öllu niður í berg með Carbfix-aðferðinni, það veit engin hvað þetta þýðir og sér kasta fram aftur og aftur og ég sé bara fram á það að kynslóðin á eftir minni, hún á eftir að þurfa að taka til eftir allt þetta klúður. En þetta er það sem við sögðum, fína kynslóð. Já, og bara takk fyrir að setja ábyrgðin á okkur, nú setja ég ábyrgðin á næstu. Akkurat, hvað er það að dæmta? Með að við, svona þessa þróun, að þá, ef við ætlum að standa við einhvers konar markmið og einhvers konar, einhvers svona viðbrögð við loftslagsbreytingum, við ætlum ekki bara að hleypa þessu áfram, þá er það það þarf að bregðast við núna en eftir því sem það líður lengra þá verða mótvægis
aðlögunaraðgerðir miklu dýrari, þá þarf að fara í miklu fleiri aðlögunaraðgerðir og með því að humma þetta svona af sér þá erum við alltaf bara að kasta boltanum áfram á næstu kynslóð og það er bara, þar komum við inn á þetta kynslóða ójafnrétti. En þá einmitt Auður Önnu, ég man eftir viðtali við þig, ég man ekki hvort það var fyrir 2 árum, 3 árum, 4 árum, þar sem þú varst bara mjög skýr og varst að eiginlega bara útskýra algjörlega á mannamáli hvað þetta fjallaði og orkuskiptin og einmitt þessi orkuþörf og settir þetta, hvað þetta væri raunverulega verið að búa til svona einhvern veginn falskan valkost og raunverulega nota svona óttastjórnun svolítið, þú veist, ef við tækjum ekki þann valkost sem að atvinnulífi byði upp á, að þá væri við bara komin í moldarkofana næstu áramót. Rafmagnslaus heimili bara? Já, rafmagnslaus heimili og allt bara hræðilegt, sko. Þannig að það er svona ótta og hvað, en svo eru nokkur missir í liðin. Hvernig liðið þér svona bara, gagvart, er þetta bara þið að móti PR, einhverjir PR skrifstofum eða? Já, eins og Þorgerður var að tala þá er þetta risastórt áróðu stríð sem er í gangi. Og við erum hérna bara, ég ætla ekki að kalla okkur lúða, en þú veist, við höfum ekki rosalegt fjármagn á baku okkur og ekki stórar PR-skrifstofur eða neitt. Og þetta snýst náttúrulega það að það eru mjög fjársterkir aðilar og valdamiklir sem að vilja græða pening núna eða eftir 5 ár og láta kynslóðina á eftir borga síðan fyrir það. Og þetta er það sem var líka í gangi þegar ég var 15 ára og var að byrja að kynna mér þessi mál. Að þá voru líka kallar sem að vildu, og konur, sem að vildu vera rík eftir 5 ár og láta mig og mína kynslóð borga fyrir það í dag. Þetta er bara sagan endalaus og við höfum ekkert fæst áfram. Ég held að eina ástæðan fyrir þessu er að almenningur er óttasleginn. Fólk styður aðgerðir. Almenningur vill að hlutin breytist til þess betra og svo koma fyrirtækjum og segja við ætlum að virkja græn orku, það hljóma bara vel hjá Pétri Páli og þess vegna er svo auðvelt að koma inn með einhver falleg loforð þannig að almenningur vill heyra slíkt og það kostar ekkert. En það er líka þetta, þú veist, það eina sem við ætlum að breyta er að við ætlum að taka út í jarðefnaeldsneyti, vera áfram með þetta klikkaða samfélag sem að notar auðlindir jarðar umfram það sem hún getur endurnýjað og við ætlum bara að taka jarðefnaeldsneyti og setja rafeldsneyti í staðinn, case closed, bara búið og við þurfum ekki að hugsa meira málið, þetta var bara verið ekkert mál og auðvitað er þetta boðskapur sem að væri frábær ef hann væri sannur en hann er bara algjör lygi, þetta gengur ekki upp. En hann auðvitað hljómar, þetta er líka auðvitað kannski að sannfæra einhvern, sko annars verðum að vera hrættur og svo er þetta líka bara þægileglaust, því það þurfum við ekki að leggja mikið á okkur, þetta virkar bara, þetta er eitthvað svo þægileglaust en það sem vantar sem sagt inn í þessa jöfnu, kynningarjöfnu er að það er raunverulega almenningur sem borgar brúsan á endanum, er það ekki? Sko, eins og þetta mér finnst mikilvægt að nálgast loftslagsmálin og umhverfismálin þannig að það þarf mjög margt að gerast og auðvitað þurfum við nýja orkugjafa og ég vona svo sannarlega að það finnist eitthvað leið til þess að breyta orkunotkun í flugi og það er bara eitthvað sem að fullt af heilum í samtímanum er að reyna að finna út úr og ég hef alveg, og ég finnst mjög mikilvægt að horfast auðvitað það að þetta þurfum við allt saman en við þurfum líka breytingu á háttum, breytingu á neysluháttum og alls konar svoleiðis hluti, við þurfum breytingar á regluverki, þetta er margliðað verkefni sem þarf og það finnst ekki hægt að nálgast það og segja bara sumt eldsneyti bara út af borðinu, það getur henta mjög mörgum þjóðum vel að veðja á vind til dæmis og sól og svoleiðis og bara mjög ánægilegt hvað mörg þjóðfélagur á flegi ferð að breyta sínu orkunotkun í þá átt og svona. Við þurfum að greina okkur. Við þurfum að greina hvað hentar okkur og hvað við þurfum að gera og það er það sem að vonast eftir að sjá í svona aðgerðaráætlun. En við sér ekki síðan. Ég hef líka verið að skoða svona eins og það verið að fagna því að það sé aukin orkuöflun endurnýjanleg og það er auðvitað sko í heiminum og bara
og í jarðefnaeldsneytis hagkerfi þá bara jákvætt að það sé eitthvað að gerast. En af hverju þá ekki meira að minnka? Af hverju ekki því sem nemur því sem að koma inn af endurnýjanlegri orku? Af hverju ekki þeimin meira af jarðefnaeldsneyti að minnka á móti ef við erum að reyna að breyta lifnaðarháttum okkar en við notum minni orku og við erum að skipta þeirri orku sem við notum. Þetta ekkert að gerast. Kakan bara að stækka. Þess vegna þarf góða aðgerð á þetta. En það ekki hort á hvað nákvæmlega vandamálið. Vandamálið rosalega mikil kjötframleiðsla og rosalega mikil brun á jarðefnaeldsneyti. Og vandamálið með jarðefnaeldsneyti á að leysa með því að framleiða rosalega mikið af endurnýjanlegri orku. En ekki setja hömlur á jarðefnaeldsneyti. Og það mun náttúrulega mun alltaf, niðurstaðan í því mun alltaf verða að við höldum áfram að brenna rosalega miklu jarðefnaeldsneyti þangað til við förum að takast á við nákvæmlega þann vanda. Og líka eins og varst að segja, já, frábært að vera hægt að finna einhverja lausnir í flugi, en hvað ætlum við að gera þangað til? Ekki neitt. Við ætlum bara að vera, já, það ekki komin inn laust, þannig að við bara flugfélögum gjaldfrjálsar losunarheimildir, það til dæmis það sem Ísland að gera, en ég held að það mjög gott sem að komst með punktum óttan vegna þess að síðan fólk eins og við sem bara alltaf óttaslegin yfir framtíðinni út af loftslagsbreytingum og almenningur allur og svo það bara mjög flókið að fjalla þessi mál vegna þess að þetta óttavaldandi en ótti ekkert endilega besti drifkrafturinn til þess að bregðast við heldur einmitt það vonin og það þessi framtíðarsýn heim þar sem við erum ekki að skaða komandi kynslóður með því hvernig við með ósjálfbærum lifnaðarháttum sem þarf að keyra okkur áfram en ekki óttin. En það svo erfitt að reyna að koma miklu erfiðara að fá fólk með sér í það heldur en að hræða það með sér. Og þetta bara eitthvað sem við erum öll að takast á við sem við erum að lesa vísindaskýrslunar og erum bara sjálf óttaslegin. En maður pælir stundum í því af hverju takið þið ykkur ekki saman og höndum saman með öðrum stofnunum með öðrum smáríkjum með öðrum og komið þá með svona alternativ annars konar heildarsýn annars konar aðgerðaráætlun það svolítið eins og ég veit að það oft kallað eftir því af hverju eru þið ekki af hverju þeir sem að nöldra við leggjum til aðgerðir og en við erum rekin á hversu mikið brota fjármagninu í okkar starfsemi versus það sem stjórnvöld hafa í höndunum og tækifærin og tengsli sem stjórnvöld hafa. Þetta vinnan þeirra, þetta ekki vinnan mín. Það að koma kosningar og þetta eitt af því sem bara ég og mjög margir held ég í samfélaginu munu bara skoða. Ég skoðaði forsetakosningarna núna síðast sem auðvitað ekki áhrifamiklar kosningar í svona hvað var það pólitíkin og málindinu sem við erum að fjallum og ákvarðanir sem við þurfum að taka en það var mjög athyglisvert að það var eiginlega ekkert fjallað umhverfismál eða loftslagsmál í þessum forsetakosningum. Já, stefnur að forsætisráðherra þar voru allir að tala. Það greinilega eitthvað ástand í gangi og ég held að þess vegna erum við með svona loftslagsáætlun sem ekki áætlun, heldur bara eitthvað svona ticky box brainstorm plagg. Skýrslur og greiningar og rannsóknir og skoða. En við sjáum bara samt hvað svona óttið náttúrulega síðan hátt vaxtastig og fólk bara skiljanlega að tala það. En það aldrei sett svona einhvern veginn í samhengi við framtíðarsýn og vonum þetta sjálfbærara samfélag og það verk að vinna. Og raunverulega kannski líka eins og ég var að segja þegar neytendasamtökin eru farin að láta til sín taka þar þá þetta beinlínis verið að sýna fram á þetta farið að hafa áhrif á okkar bara jafnréttis og réttlætis ástand í samfélaginu nú þegar. Þetta ekki bara eitthvað í framtíðinni. Nei, eins og til dæmis bara það að eitthvað landsvæði verði bara næstu árum mögulega óbyggilegt út af hækkun sjávarmáls og það alveg þannig landsvæði á Íslandi til dæmis. Þetta verður áhrif á tryggingar og einfallega og þetta að gerast í Bandaríkjunum allt og út allan heim að fólk getur ekki lengur tryggt eigur sínar sem eru umtalsverði efnaðislega áhrif en það setur þá pressu á ríkisvaldið að koma með pening bara eins og við sáum í Grindavík á öðrum orsökum að svona atburðum að fjölga út allan heim. Það sem þarf bara að takast á við með bráðan vanda það sem fólk að missa eigur sínar. Þannig að þetta bara eitthvað sem hefur augljós áhrif og svo hefur þetta áhrif á aðfangakeðjuna þannig að
sko veist, fólk fær ekki lengur, eða veist fyrirtæki sem að flytja inn, þau fá ekki hráefnið til þess að flytja inn og það veldur ákveðnum svona skorti út af loftslagsbreytingum sem veldur síðan verðbólgu, þannig að það er komið svona loftslagstengd verðbólga og það sem ég hef áhyggjur af að við munum svona í náinni framtíð, að núna þegar þetta alltaf gerast, þá verði ákveðin þreyta í umræðinu og fólk vilji ekki tengja þetta við loftslagsmál. Og fólk vil bara tala verðbólguna, fólk vil bara tala fólksflutningana. Það er ekki þannig í framtíðin, þannig er það nú þegar. Þannig er það núna að fólksflutningarnir sem verða óhjákvæmilega frá löndum sem verða nánast óbyggilega út af hita og þurrki, það er bara að kalla fólksflutningar og engin skilningur á því að henni nenna til að tala það að þetta er út af loftslagsbreytingum. Þannig ég spái því að ef þetta er alltaf farið til helvítis, þá fer það fyrst til helvítis út af bara einhverjum hlutum sem við bara pólitískur óstöðuleiki og efnahagsmál sem að við tengjum ekki við. Svo er aðlega ótta við þessa hluti líka, ótti við innflytjendur, flótta fólk, ótti við að rafmagnslaus heimili 2025, ótti við ýmislegt sem að eru afleiðingar og nú er ég rafmagnslaus heimili verða aldrei rafmagnslaus sem notur svo pínlítinn part en það er svona alið á einhverju sem á að vera það sem að tengist loftslagsmálum svo beinlínis en það er ekki sett í þetta samhengi og En út af öllum þessum afleiðingum þá eru við í svo mikill þörf fyrir góða áætlun og þá vil ég fá að koma aftur að þessu sem er vandamálið við losum allt og mikið og ég teki eftir að stjórnmálamenni hafa sagt að undanfarnu við losum svo lítið per framleiðslueiningu. Framleiðslueiningu? Já, það er nýtt. Er það nýtt? Já, það er nýjum málið. Ég elska það. En þetta er ekki og þeir segja jafnframt að það sé miklu meiri mengun í Evrópu sem er rangt. Þannig að þess að notkun eða nýting endurnýjanlegra orkugjafa í Evrópu eykst stöðugt og sú þjóð sem losar mest í heiminum er Kína en það er líka sama þjóð fjárfestir langmest í endurnýjanlegum orkugjafum, sól og vindi og við þurfum aftur að komast að því hvað ætlar ráðherrann að gera til að Ísland geti staðið við sína skuldbindingar að draga úr losun hann veit það ekki. Það er ekki í þessari aðgerðaáætlun og að vera að setja sig á háan hest með því að segja við erum svo frábæri, við erum svo mikið að hlutfalla af endurnýjanlegri orku og ekki nefna það að við losum líka mjög mikið. Það er bara ekki heiðarlegt. Það sem maður heyrir svolítið svona, einmitt það sem ég er að tala af hverju komum þið og við okkur ekki saman einhver aðra vinnuna fyrir stjórnvöld, sem sagt, þess að þú segir, bara kauplaust, sjálfsögðu, bara fyrir komandi kynslóðir. En þá kemur alltaf þetta að það eru margir sem að hlusta á vísindafólk og hlusta á fólk á vettvangi, fólk sem að býr í aðstæðunum og svoleiðis. Það tekur svolítið tíma að fá fram niðurstöður og svona búa til þekkinguna eða kalla fram þekkinguna þetta sem að þessi aðgerðaáætlun stjórnvalda algjörlega skautar fram hjá, ekki bara sem sagt reynslu almennings og framtíðarsýn. Þannig að maður hugsa stundum með sér þetta er svo flókið og svo eru alls konar neyðar aðstæður eins og bara í Grindavík, þú veist, hjá okkur og það er mengun yfir Reykjavík og það er alls konar svona sem hefur áhrif á. Hver ætti þá að, ef það er ekki stjórnvöld, ef stjórnvöld klikka eins og þau eru bara að gera, þetta er bara ónýtt aðgerðaáætlun sem heyrist og sýnist, hver ætti þá að grípa inn af því það er neyðarástand framöndu. Hver ætti að grípa inn? Það þarf að styrkja stofnanir samfélagsins, til dæmis Orkustofnun. Hún þarf að skaffa okkur upplýsingar. Við erum borgarar í landinu, við eigum þessa Orkustofnun og hún þarf að skaffa upplýsingar það hversu mikla orku þurfum við og hversu mikla orku vantar okkur. En í staðin fyrir að Orkustofnun ráði við þetta verkefni þá er Landsnet, Landsvirkjun, Samorka og ég veit ekki hverjir að skrifa eiginskýrslur sem að stjórnmálamenn eiga að taka meira mark á. Við verðum sem bara lýðræðisríki að geta haft stofnun sem veitur okkur
upplýsingar sem allir geta treyst. Já, en forstjóri núna Orkustofnunar, hann kemur á stóriðinni. Eða hvað þetta heitir núna, ekki Orkustofnun. Það líka... Menna bara gagnsæi og faglegi, þá náttúrulega er alltaf sko sviðsmyndir og Orkustofnun gefur út sem sagt orkuspá og þú skrifar það Guðmundur í FF7 og ég gerði myndasögu þarna upp úr því til þess að reyna að lýsa sko hvaða sviðsmyndir eru í boði og hvað Orkustofnun segir og orkuþörfin sé fyrir það og síðan ef við skoðum sko hvað þarf mikla auka orku, hverju getum við líka hægt? Við þurfum að skoða það líka. Við þurfum að endur forgangsraða og hvernig ætlum við að sko hvetja til þess að orkan sem losnar úr samningum fari í orkuskiptaverkefni. Það er enginn sem er tilbúin að svara því. Meira að segja Rangárþing er búið að senda fyrirspurn til umhverfisráðuneytisins Búrfells vindorkuverið til þess að meta þar samfélagsáhrif í hvað þessi er komið einhver stefnu það hvert þessi orka á að fara og hefur þetta einhver tengsl við aukna stóriðju og orkufrekan iðnað sem er áætlaður í Þorlákshöfn. Þessu hefur ekki verið hægt að svara. Það hefur ekki komið svar við þessu. Þetta eru bara svona grundvallar spurningar sem að og þarna skiptir gagnsæi svo miklu máli og bara að allt sé upp á borði. Maður hefur á tilfinninguna að sé alls konar svona alls konar fólk og fyrirtæki og sem ætla að stökkva á vagnin og við ætlum að auka orkuöflun núna en síðan erum við ekki með innviðina til þess að fara í orkuskipti og þá kemur bara eitthvað fiskeldi eða tómatastóriðja eða hvað það er, sement eitthvað sem kaupir orkuna. Það er engar tölur þetta í aðgerðaáætlun. Nei. Ég er svo hissa á þessari aðgerðaáætlun út af því að það eru svo, eins og ég talaði í upphafi, ég held að sóknarfærin séu mjög mikil og ég held að við kannanir að sýna það að almenningur er mjög til í að taka loftslagsmál með í reikningin og er umhugað loftslagsmál, hefur áhyggjur af loftslagsmálum, þetta sína kannanir síðan endurtekið á Íslandi og almenningur ágætlega upplýstur. Almenningur á fullu að skipta út bílaflotanum sínum og það bara að koma í veg fyrir allir að vera einn bíl og mann, alltaf svona ákveðið svona bakslag í svona byltingum og við erum ríkt samfélag með mikla kaupgetu og við erum aðeins svona líka, en ég held að það sé bara mikill vilji til þess. Mínar rannsóknir undanfari hafa sýnt að það virðist vera eitthvað svona samdráttur í neyslu til dæmis á fötum og raftækjum, svona einhverja vísbendingar það, samfara aukin umræðu hringrásarhagkerfi og meiri nýtni. Neyslukannanir sýna að Íslendingar hafa dregið stórkostlega, finnst mér, 10% á áratug úr neyslu á rauðu kjöti og mjólkurafurðum. Þannig að það er bara ýmislegt sem að almenningur er tilbúin að gera og eins og ég sagði líka, ég held að atvinnulífið er tilbúið að gera, atvinnulífið er á fullu að reyna að uppfylla kröfur Evrópusambandsins sjálfbærniskýrslur og hitt og þetta. Hvar eru stjórnvöld? Og eitt sem er til dæmis mjög athyglisvert, það er eitthvað bábilja núna að það er að gera allt án boða og banna. Þetta er fyrsta setningin hjá Bjarna Benediktssyni þegar hann kynnti sem forsætisráðherra að loftslagsáætlunina. Við ætlum að forðast boð og bönn. Of hverju? Vegna þess að boð og bönn, auðvitað er það ekki eina verkfæri sem það er að beita, það er líka að beita hvatningum og alls konar hlutum sem það er að beita, en einn árangursríkasta aðgerðin á undanförnum misserum er bann við urðun á lífrænum úrgangi. Bara bannað og hvað gerist? 90% strax heimilin á höfuðborgarsvæðinu flokka lífrænan úrgang, sérstaklega í sér tunnu og enginn að væli því. En meiri sér samtök iðnaðarins, Sigurður Hannesson kom inn í spjallum mig og ég meina hann bara kallar eftir, sem sagt, þau eru með innri hvata, þú veist, en það vantar sem sagt þetta raunverulega ytri hvata frá stjórnvöldum. Já, maður bara að segja hvað er sem að gera. Þess vegna er líka bara mjög góð aðgerð að segja nýjir jarðefnaeldsneytisbílar verða bannaðir 2028, bara eins og Norðmenn eru að gera og svona. Og það er bara skynsamlegt, við verðum að hætta með þá, þeir eru að valda skaða á lífríki og heilsu okkar og þetta er bara alveg nógu góðu tími og það er konur í innviði fyrir það. Þannig að það er bara einhver svona svakaleg, einhver svona órökstuð hræðsla við það að taka ákvarðanir í þessum málum. En þetta er náttúrulega ekki bara órökstuð, ég man þegar að ég var með hópið sem að sýndi Evu Jolie sem var svona rannsakaði samninga ríkisins, eins og í Frakklandi og kom til Íslands eftir hrunið og hún leita á
aðgerðar áætlun ríkisstjórnarinnar þá það allir að selja þriðja stærsta hitaveitu fyrirtæki í hendur einkaaðila. Hún sagði að þetta er svo ógagnsætt og þetta er svo skrítið allt saman að maður gæti ætlað að þetta veri bara glæpamál. Eða skilu, þetta þarf að rannsaka eiginlega sem glæpamál. Þannig að mér finnst einhvern veginn eins og þið talið, almenningur er til, þú segir að fyrirtækin atvinnulífi sé til, Árni segir nú atvinnulífi sé kannski ekki alveg til. Ekki samtök atvinnulífsins. Ekki samtök atvinnulífsins. Ekki forystu þeirra samtaka. Og ekki viðskiptaráð. Og ekki viðskiptaráð. Nei. Og ég veit ekki með samtök iðnaðarins og grænvang. Jú, ég held að samtök iðnaðarins séu miklu framar. En hvar er þá, eins og þú segir, þú sagðir þetta áðan, það eru bara ríkir, einhverjir sem sagt, ríkir aðilar, segjum, sem ætla sér bara að græða og einhverju milliliðir sem græða líka og stjórnvöld eru með þeim í liði að því virðist en ekki almenningi og ekki einu svona fyrirtækjunum sem eru öll að vilja gera að breyta. Er það? Já, kannski svo komum að spurningunni sem að þú reyndir að spyrja hérna tvisvar og við vorum svo æst og að hérna SSU spurningin. Hver á að setja fram almennilega aðgerðaáætlun og Landvernd hefur náttúrulega gert það trekk í trekk bæði með því að svara í gegnum samráðsgátt þegar aðgerðaáætlanirnar koma, með því að setja fram eins og til dæmis í byrjun COVID, þá kom Landvernd með hvatningu til stjórnvalda að grípa tækifærið, fullt af aðgerðum. Ykkar samtök eru ítrekka búin að leggja til fullt af góðum tillögum hvað er hægt að gera. Það er aldrei hlustað á það. Af því að það má ekki kosta neitt og það má ekki takmarka neitt og það eina sem að virðist mega gera er að taka af því sem að kemur umfram. Það má ekki, eins og Þorgerður var að segja, við verðum að skoða, erum við að nota orkuna skynsamlegan hátt og það er algjörlega bannað að tala það. Þannig að, já, hver á að gera þetta og þetta verður að vera top down og bottom up. Ég held að lýðræðislega kjörin stjórnvöld bera ábyrgði að gera þetta. Þau gera það. En þau gera það ekki þessar aðgerðarfýtlu. Ekki nóg. En þegar að þau gera það ekki, þá dettur þetta því miður á okkur. Og Orkustofnun, eins og þið segið, Orkustofnun er ekki að standa, er ekki eitthvað sem heitir umhverfisstofnun líka og er ekki einhverja fleiri stofnanir sem ættu kannski að styðja stjórnvöld hverju sinni við að minna þau á að en það er svolítið málið að þau styðja einmitt stjórnvöld. Það er alltaf að starfa í umboði stjórnvalda sem eru í umboði okkar en það er svona... Já, styðja stjórnvöld í sinni aðgerðaáætlun. Já, ég meinti veita í aðhald. En þau veita aðhalda að ég að gera það en það gerist kannski meira inn á við. En síðan þegar allt kemur til alls þá er það alltaf pólitíkin sem ráðuneytið og ráðuneytin og alþingi sem svona ræður. Þess vegna þessi kosningavetur núna hann er mjög áhugaverður í þessu samhengi og hvað kemur út úr málefnastarfi í flokkana og ef engin flokkur ætlar að tala neitt loftslagsmál eða neitt dýft eða koma með neina tillögur í því þá skapast heldur ekkert umboð fyrir næsta kjörtímabil að gera neitt og ef það er ekkert aðhald á stjórnmálaflokkunum núna til þess að tala þetta ef flokkar sem að tala loftslagsmál fá lítið fylgi þá verður lítið gert næsta kjörtímabili allavega svona minna. Mér finnst líka alltaf áhugavert eins og að tala boð og bönn. Mér finnst gott sem Andri Snær sagði í viðtali í Sprengisendi að svona nýfrjálshyggju-stefnani svona 90s er þannig að þú mátt eiginlega gera hvað sem er og meðan það skaðar ekki aðra. En núna erum við bara komast að því að rosalega maður sem við gerum bara er að skaða aðra. Þá hlýtur að þurfa að banna það. Að skaða aðra, og það er auðvitað bara rosalega stort verkefni sem við erum ánum svo háði að gera þetta, við þurfum að fasa þetta út en það er fullt af hluti sem við megum ekki gera. Ég má ekki bara kýla Árna í andlitið og hann á rétt og því að ég ger það ekki. Það er alls konar sem við bara megum ekki gera, við megum ekki bara hella úr einhverjum efnasulli bara onni í næsta það er bara alls konar sem við megum ekki gera. Það eru bara ástæður fyrir því og það má ekki gleymast að hlutir og boð og bönn eru af ástæðum og eru með ávinning sem og vissulega þarf að mæla það og stjórnvöld þurfa að setja reglur og svo þurfa þau að árangursmeta reglurnar sem þau setja og þau eru alls ekki nóg dugleg að því.
Já, sko, annar hlut þessara frjálshyggju, ég veit ekki hvort að Andri Snær myndist að það er einmitt að allir með að gera allt sem þeir vilja og svo höfum bara eftirlit með því að þau brjóta ekki lög. En eftirlitsstofnanirnar eru oft mjög veikar og það getur kannski tekið einhver áraður en að ný orkustofnun og loftslagsstofnun líka hefur fengið tennur, fullorðinstennur, getur bitið. Munum hvernig var með eftirlit, fjármálaeftirlitið sínum tíma, ekki var það nú öflugt. Þannig að sko við Svo er loftslagsráð sem náttúrulega á að bregðast við líka. Loftslagsráð, hvað að segja, skipunartími loftslagsráðs rann út í lok ágúst í fyrra. Nýtt ráð var skipað 28. maí í ár. Þetta er að ráði sem átt að veita aðhald. Ég held að... Og loftslagsráð, nú sit ég í loftslagsráð, við fengum bara aðgerða á allinina á saman tíma og hinir, sko. Enda náttúrulega skipað mjög seint. Þannig að það er eitthvað sem má gera betur, en það eru þetta sko eftirlitsstofnanir og loftslagsráð og svona sem og samtök eins og okkur sem eiga veita aðhald og það má ekki óttast aðhaldið sko, heldur. Já, því að svo er náttúrulega tala þeir það sem eru kannski minni fyrirtæki og einstaklingar sem eru að reyna að gera eitthvað, að þeir svo sem reka sér nú á ýmis boð og bönn líka. Þannig að þetta er líka ákveðin svona tvískýringsháttur að tala að vera á móti boðum og bönnum meðan að það er mjög margt sem er boðið og bannað. Ég meina það þarf að árangursmeta, það þarf að skoða af hverju þetta bannað og já, það er bannað því það er bara slæmt fyrir þetta og hitt og með þessum lögum erum við að ná árangri er sleppa ennþá fiskar úr fullt af fiskeldum ef við setjum þessi lög eða þú veist það þarf alltaf að skoða þessa hluti vegna þess að ég er alveg sammála sko viðskiptaráði og mörgum í því að það eru örugglega fullt af lögum einhvers staðar inni sem eru ekki ná árangri sínum en eru bara auki flækjustig að þú ert að sækjum hjá þessum og hinum og öllum og það sé einhvern veginn ekki ná mikið samþætting en og eins og til dæmis en svo oft kemur það niður á sko hinum megin að til dæmis á Samgöngustofa að gera athugasemd við það ef að fiskeldi eru innan sko ljósgeira vita, hafi ekki gert það. Svo kemur ljós bara eftir á við brutum lög með þessu skipulagi. En er það ekki eiginlega svolítið í húfi núna eins og ef að gera þetta kosningamáli, ef við eigum bara að taka málin í okkar hendur, almenningur, að þá verðum við einhvern veginn að kannski að ná að ræðum þetta á þann hátt að þetta sé ekki svo flókið að við bara gefumst upp. Að við verum einhvern veginn að átta okkur á því að hvað þetta snýst einhverju leyti. Allavega það mikið að við getum svona ákveðið að kjósa þann sem að ætlar sér að gera eitthvað, er það ekki? Verðum við ekki svolítið að Í kosningu til Evrópuþingsins í vor hafði sænskur almenningur kjósendur mestar áhyggjur af loftslagsmálum. Og niðurstaðan var meðal annars svo að Svíþjóðdemókratar sem hata loftslagsaðgerðir, þeir komast ekki áfram. Þeir töpuðu ekki miklu en þeir voru ekki ná árangri. Það gerði eins og er umhverfisflokkurinn í Svíþjóð. Þannig að ég held að almenningur hafi bara mjög mikið áhuga á þessu og það er auðvelt en það er auðvelt fyrir flokka að svona lofa öllu fögru, gera ekki neitt. En hlutverk okkar er kannski veita aðhald. Og benda kannski á einmitt að því talið nú að þetta er áróðustríð. Já, bara að minna á það, ekki að taka, við skulum ekki trúa einhverjum áróðri. Og sína líka bara svona efla með okkur sko samkennd og kærleika fyrir þess að þetta snýst allt að reyna að gera vel fyrir okkur sjálf, fyrir komandi kynslóðir. Það er það sem það snýst ekki einhvern veginn að fara þetta á hnefanum að því að þetta er bara eitthvað sem ég vil eða Guðmundur vil eða eitthvað. Það snýst náttúrulega vísindin sem er að spá fyrir það sem við erum að gera núna hefur skaðlega áhrif á fólk sem við þekkjum ekki, fólk í öðrum löndum og á okkur komandi kynslóður og síðan okkur sjálf bara á okkar líftíma eins og þetta er að gerast hraðar en við heldum og þetta snýst svona samkennd og samtakamátt en ég sé bara, ég held að það sé svona uppgangur alls konar populism að sé að því að og í kjölfar einhvern veginn COVID fólk eru
það treystir ekki hvert öðru, það treystir ekki vísindunum, það svona ákveðin bylgja í gangi og það eiginlega eina leið til að svara því held ég að hlusta og reyna að koma inn þessari samkennd og þessum kærleika eins og bara Halla Tómasdóttir núna með átak í gangi, bara riddari kærleikans. Ég held að þetta tengist 100% inn í bara öll þessi mál þegar við viljum gera vel, að það þarf að mæta því með þessu viðmóti. Mér finnst svo mikilvægt og ég vona að einhver stjórnmálaflokkur eða maður í næstu kosningum muni segja það að aðgerðina sem þarf að ráðast í þær gera lífið ekki verra, þær gera það betra. Þetta eru allt góðar aðgerðir. Þetta er bara þetta er bara svona sambærilegt við það og þegar maður tekur ábyrgð á eigin heilsu. Það maður ráðast í alls konar aðgerðir kunna virðast eitthvað íþykjandi eða kostnaðarsamar eða eitthvað slíkt, það taka tíma frá þeir, en þeir mun líða betur. Þannig að og þetta er eiginlega allt þannig aðgerðir sem bara gera lífið allt saman betra og það bara fer sama við það. Og það verður að vera lokaorða minni hálfu en þess að ég þarf að fara annað. Við þurfum líka og takk fyrir spjallið. Þetta í huga að setja allar athugasemdir ykkar inn í gervigreindun og vita hvort það kemur ekki bara flott Já, flott stefna. Flott stefna ég segi svona. Kæra þakki fyrir komin og við höldum umræðin áfram og við þurfum að hætta. Vilt þú kannski segja eitthvað að lokum svona í dag hvernig við getum eiginlega, hvað við þurfum að gera núna næstu dögum? Nú eru þið búin að vera duglega að skrifa, setja þetta inn á samráðsgátt. Getur almenningur einhvers staðar nálgast þetta inn á samráðsgáttinu? Náttúrulega hægt að fara inn á og vefsíðu samtakana og vefsíðu samtakana ykkar, Náttúruverndarsamtaka Íslands, Landverndar og fleiri samtaka, og líka muna þetta stærra samhengi. Þú ert í Kvenréttindafélagi Íslands og þetta var það líka jafnréttið Þetta bara varðar náttúrulega bara samfélagið alltaf, því við þurfum að breyta þessari svakalegu orkunotkun sem við erum með og sem fer bara vaxandi og kljást við rótvandans sem er losunin, ekki það við framleiðum ekki nógu endurnýjanlegri orku, heldur losunin sjálf. En svo það náttúrulega að skoða hvaða áhrif það hefur á viðkvæma hópa og það er náttúrulega alls ekki gert í þessari áætlun nema þegar kemur að byggðamálum og bara sammála þeim sem að hafa talað hérna og þetta er bara svakalega sorglegt að við séum að horfa upp á þessa aðgerðaáætlun núna þegar að það var algjörlega ljóst þegar að fyrsta aðgerðaáætlunin kom að hún myndi ekki duga til þess að ná samdrætti í losun fyrir 2030, hvort sem hann átti að vera 35% eða 45%. Og svo bara verða að hamra á sama og bæta við fullt af skýrslum og greiningum og einhverju huga að og stuðla að og einhverju svona bleflega orðagjálfuri. Þannig að já, það bara verður að gera betur. Þið sjáðu að þetta hefur áhrif á sem sagt samfélagið og það er strax byrjað að hafa ekki áhrif á, svona mælanleg áhrif. Þetta er ekki bara, það er talað náttúrulega ef það verður ekkert gert í loftslagsmálum og þá verður þriðji heimurinn mest, sagt, þarf að borga mest fyrir það, en það er líka bara innan okkar samfélags er það ekki, sem að það eykur svona aðgerðaráætlun, svona ónýtt aðgerðaráætlun eykur raunverulega ójafnrétti í samfélaginu. Já, eins og við komum inn á í okkar umsögn hjá Kvenréttindafélaginu að þá er þessi ofur áhersla á að stækka orkuiðnaðinn, framleiða meiri orku. Þetta eru geirar byggingariðnaðurinn og orkugeirinn, þetta eru geirar sem eru mjög karllægir. Þá er verið að setja meiri pening, meiri áherslu þar sem að karlar eru fyrir og fá mjög há laun í staðin fyrir að leggja áherslu á eins og Þorgerður talaði á mönnun og þetta svona care society þar sem að konur eru í meiri hluta, menntun, bæta heilsu og ef að við stækkum þessa geira sem eru að losa mjög lítið þar sem að og hækkum launin þar til dæmis og höfum meiri umsvif eins og í kennslu og það er mjög nauðsynlegt að fræða börn, unglinga og fullorðna umhverfismál, kenna þeim að elska náttúruna sem er mjög auðvelt því að náttúran er mjög auðelskanleg að þá værum við að horfa á miklu réttlátari áætlun út frá kynjasjónarmiðum.
Þannig að smá saman skilst okkur að þetta svona spilar allt saman. Árni, vilt þú segja nokkur orða lokum? Ég held að það sé mjög mikilvægt að stjórnvöld, þessi sem við kjósum á Alþingi, hafi lýðræðislegan sans fyrir því að nauðsynlegt að fá alla að borðinu, ekki bara atvinnulífin, ekki bara samtöku iðnaðarins, einhverja sem hafa nóga peninga milli handana til að standa sig vel í árárunum. Þeir eru náttúrulega skilgreindir sem hagsmunaaðilar en í ljós kemur að almenningur stærsti hagsmunaaðilinn í þessari jöfnu og náttúrulega sjó. Hagaðili. Hagaðili. Hagsmunir almennings, almannahagsmunir verða að ganga fyrir, ekki sant? Við minnum þá kjósendur á það og höldum umræðinni gangandi. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma. Já, takk fyrir. Og segja okkur aðeins frá. Við erum ekki eins og byrjuð að fara út í það nákvæmlega hvaða ábendingar þið komið með og hvaða athugasemdir þið gerðuð í ykkar raunverulega búin að vinna dag og nótt við að koma gera athugasemdir við þessa aðgerðaráætlun stjórnvalda í, hvað heitir þetta, í loftslagsmálum. En það þarf að gera betur og það vonandi bara það verði hlustað á það þessu sinni og þið verði kalluð að borðinu og hagsmunir almennings og okkar allar verði hafið að leiðarljósi. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, Árni Finnsson, formaður Náttúruverndarsamtaka Íslands, Auður Önnu Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Kvenréttindafélags Íslands og Guðmundur Steingrímsson sem þurfti rétt að stökkva af stað, var með okkur umhverfisfræðingur og varaformaður Landverndar. Kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir mig. Og hlustendum og áhorfendum þökkum við fyrir að fylgja ykkur eftir og halda samræðinni sannarlega áfram og gangandi. Við þurfum að spyrja okkur margra spurninga og við höldum áfram eftir stuttastund við rauðaborðið. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.